Útgerðarmaður í Vestmannaeyjum hefur fengið sér þyrlu til að komast á milli lands og eyja en hann vill jarðgöng til eyja. Útgerðarmaður í Vestmannaeyjum hefur gefist upp á erfiðum samgöngum til eyja og fjárfest í þyrlu. Hann segir að landsmenn verði að átta sig á mikilvægi Vestmannaeyja í sjávarútvegi og sannfærður að jarðgöng verði grafin til eyja á næstu áratugum. Lillý Valgerður Pétursdóttir. Ríkisstjórnin samþykkti í lok júlímánaðar tillögu samgönguráðherra að hætta öllum áformum jarðgöng til Vestmannaeyja vegna mikils kostnaðar og óvissu jarðlög á svæðinu. Ákvörðunin hefur mikil áhrif á íbúa í Vestmannaeyjum sem vonuðust margir hverjir til að jarðgöng yrðu byggð til að auðvelda þeim samgöngur. Íbúar í eyjum eru 4.000 en þeirra á meðal útgerðarmaðurinn Magnús Kristinsson. Magnús hefur vegna starfsins þurft að fara upp í 80 ferðir á ári milli lands og eyja. Hann segir samgöngur ofta vera eins erfiðar en nú sé svo komið að hann sé hreinlega búinn að gefast upp á Herjólfi áætlunarflugi og því hafið hann ákveðið að fjárfesta í þyrlu til að komast á milli. Við vitum aldrei neitt fyrir á mótana hvernig samgöngumáli verða, hvort að Herjólfur, hvort að taka Herjólfi eða hvort þið getur flogið eða ekki. Já, núna það þannig að ég bara hringið og segist þurfa að komast núna og þá fara þeir. Ég hringdi bara í morgun sem stili að fara klukkan 2 til eyju og þá fóru klukkan 2. Áður fyrir þurfti ég náttúrulega velta fyrir mig hvenær fer Herjólfur og hvenær siglir eina fyrir dag, 2 fyrir 3 ferðir, hvenær flogið og annað slíkt sko. Það eru suma dagar bara flogna 2 ferðir til eyju og suma ekki með ein ferðin til Laugardalsvelli, þannig þetta er bara alls ekki nógu gott og pólitíkusar almennt með bara skamma sín. Sér eitthvað fyrir þér að það komi ekkert með jarðgöng til eyja? Já, ég er alveg sannfærður að koma jarðgöng til eyja. En hvenær nákvæmlega ekki þetta tíma sem ég er alveg sannfærður innan 10-20 ára að verða jarðgöng. Heldur það sé ekki allt of dýrt þannig að það sé ekki hagkvæmt? Já, sko, landslíður átt að setja í eyja, þar eru eyjar og þarna kemur 10% tekjum þjóðarinnar í sjávarútvegi frá eyjum og það eru gjöfulustu fiskjum, við þurfum á þessum eyjum að halda og hvort það kostar 30-40 milljarða að bora þangað, það er bara allt í lagi að gera ekki til og á bara að bora.